Verið þið velkomin til leiks á leik Skallagríms og KR. Þetta 8. umferðin í dómarasdeild kvenna. Ekki bara að byrja að fara yfir liðin, stutt í leik? Jú. Lið KRs nr. 5, Þóra Birna Ingvarsdóttir, nr. 6, Helena Haraldsdóttir, 8, Ástrós Lena Ægisdóttir, nr. 10, Petra Jóhannsdóttir, nr. 13, Ragnhildur Arna Kristinsdóttir, nr. 14, Annika Holopainen, nr. 17, Tarín Astley sem fyrirliði KR-inga, nr. 18, Eygló Kristín Óskarsdóttir, nr. 22, María Vigdís Sanchez Brunette, nr. 23, Unnur Tara Jónsdóttir, nr. 24, Björgvin Einarsdóttir og nr. 25, Anna Fríða Ingarsdóttir. Þjálfari KR-ingana Mike Denzel og aðstoðarþjálfari þeirra Guðrún Arna Sigurðardóttir. Arnór, getur farið yfir lið Skallagríms? Nr. 2, Embla Kristinsdóttir, nr. 3, Karen Munda Jónsdóttir, nr. 6, Gunnhildur Lind Hansdóttir, nr. 7, Maja Michalska, nr. 8, Árnína Lena Rúnarsdóttir, nr. 9, Sigrún Sjöfn Ámundóttir sem fyrirliði okkar, nr. 10, Arna Hrönn Ámundóttir, nr. 12, Nikita Telsaborg, nr. 13, Heiður Karlsdóttir, nr. 15, Lísbeth Inga Kristófersdóttir, nr. 27, Ingibjörg Rósa Jónsdóttir og nr. 66, Sanja Orsatsovits. Þjálfari Skallagríms Guðrún Ósk Ámundóttir og aðstoðarþjálfari hennar í dag Kíra Róbinsson. Já, það vita það kannski ekki flestir en Kíra ekki búin mikið að æfa út og hún bara veik. Þannig hún verður ekki með okkur gulum í dag. Já, Skallagríms stelpur byrja með sorgarbönd vegna andláts Gísla Halldórs, fyrrum formanns og vel undra Skallagríms. Við blessuð síðan minning hans. Gættu inn í Kítu, nær uppkastinu. Ála Sigrún. Finnur Emblu. KR-ingar að byrja í svæðisvörn eða hvað? Þetta 1-1 bara ég ekki að skilja þessa vörn. Nei. Góð vörn í KR-ingum. Syngur hann yfir. Finna boltan inn. Setur hann út, það þristur. Hann geigar. Gott frákast til Mæju. Embla verður upp með boltan. Það erfiður leikur fyrir Skallagrímsstelpur án Kíru. Villa og Eygló sýndist mér. Rétt. Aron náttúrulega með allt á hreinu. Hann dæmir ekki ranga villu. Þetta Villa á Perli, nr. 10. Enga stund í körunni fyrir Guðla, stelpunar. Finnur Sigrúnu. Sanja yfir Emblu. Þetta svæðið sem KR að spila. Hver heldur ástæðan verið því? Ég hugsa sé bara til að loka á þessar skiptur sem að við Skallagrímsstelpur eru með. Jæja, þá kom KR-ingar upp með boltan. Setja hann yfir á Eygló. Eygló finnur Tarín. Setja hann upp. Yfir köruna Eygló. Það Sanja, góð vörn og Skallagrímsstelpur, mjög góð vörn. Spila flottu vörn á KR-ingana í byrjun. Sanja, erfitt skot í Sanju. Þetta var óþarfa. Með ekki að beðið lengur. Tarín með beint upp. Þetta var vel gert á henni. Tarín Astley. Fyrirliði KR-inga. Yfir á Mæju. Hvað gerir Mæja hérna? Ekki mikið flæði að Skallagrímsstelpur, það er bara að senda þessu handboltalið. Embla verið þrist. Hann geigar. Og KR-bolti. Skallagrímsmenn ekki byrja vel, en vel gert við KR-ingum. Mjög góð vörn hérna. Svæðisvörnir virka mjög vel. Þóra setur boltan hérna á Tarín. Tarín Astley leikstjórnandi KRs. Finnur Ragnhildi. Þóra. Finna út. Þristur hjá Perlu. Hann geigar. Embla með frákvæmst. Embla tekur hennan. Ekki erfið fyrir hennan. Þetta er að gera eitthvað í sæt. Mæja nær þessu fyrir stertu. Það var góð á Mæju. Vel gert Mæja. Högg á hausinn. Það er nú ekki gott. Við höfum sér mörg höfuðhögg bara í körfubolta. Þetta er hættulegt. Ja, þetta er mjög hættulegt. Fáum við að sjá moppuna? Nei. Það er ekki moppa. Það er ekki moppan strax. Mæja fær eitt skot, þetta var Karva góð. 2-2 hérna eftir 7 mínútur og 53 sekúndur.
Perla og Káur komið 2 villur. Það er ekki það sem Káur voru múin eftir, myndi ég halda. En Víti Geigar ennþá nær sóknarfrákastinu. Mjög vel gert Embla. Sigrún Þetta er skotið sem hún vill taka. af. Og barátta hjá Káringu. Sýnist, jú, nei. Perla er ennþá hérna, hún tekur þrist, Perla. Beint í, vá. Þetta var stór. Þetta var risastór þristur. Káringa halda hann með Sveðsvöld sinni, sem er bara að virka mjög vel. Það er Sigrún í hóðunni. Doppeltíma Sigrúnu finnur Emblu. Skemmtileg hreyfing hjá Emblu. Gaman að þessu. Það kom Káringur upp öllin. Sérðu þetta, en sýnist mér að vera að koma 4-föld skipting á Káringum. 5-föld, jæja. Koma hérna að synga, finna inn. Er þetta onni? Nei, þetta er Geigar, Sannina frákastinu, Villa. Númer 23, Unnur Tara. Brýtur. Núna kemur 5-föld skiptingin hjá Káur. 5-föld skipting á Káur. Já, það er greinilega alltaf að rótera mikið og spila hörku vörn. Inn á koma Annika, Helena og Ástrós. Já, mér finnst það. Sanja keyrir á körfuna, kikkar út. Tristur, Geigar, gert henni Nikita með Kítu. sóknarfrákastið. Mjög vel gert henni Kítu. Snirtileg vinstri, mjög snirtileg. Embla pikkar upp. Númer 24, Björk. Komið svona stemming á Skallagrímsbekkinn, er byrjað að láta heyra í sér. Það er það sem að vantar svona í COVID-19. Það er Tristur númer 14, Annika. Sóknar frákast. Klaufaleg Þetta afsækja, þetta númer 24, Björk. Það er Villa á Skallagrím. Var þetta ekki... Villa og Nikíti. Já, mér sýnist fyrsta Villa Nikítu, fyrsta Villa Skallagríms, liðsvilla þeirra. Fyrra vitið Anniku Geigar. Þetta er jafnleikur hérna í byrjun, 6-5. Þú setur setna skotið. Embla stillir upp. Þetta er náttúrulega erfitt fyrir Skallagrímsstelpur að ekki vera með hana Kíru. Hún gerir mikið. Góð vörn til Káringum. Sanja finnur út í hornið, Sigrún. Maja keyrir á körfuna. Góð vörn til Káringum, finnur Emblu. Embla í þristinn. Það er Geigar. Góð baráttu Sigrúnu, en boltan vel út af. Koma hérna Ástrós og Björk, reyna að ná boltanum upp fyrir Káringa. Ástrós. Mér sýnist Björk vera hérna point guard meðan Tarín Asli er ekki inn á vellinum. Finnur hann inn, Annika. Geggjuð vörn. Góð vörn Emblu, Villa. Ég býst þessi rétt hjá Aroni, hann veit hvað hann er að gera. Þetta er líklegast rétt. Fyrsta Villa Emblu. Annika var komið síðan á vítalínu, 2 sóknir í röð. Setur fyrir skoti. Gert hjá Anniku. Staðan 6-7 eftir 5 mínútur, 54 sekundur. Setna víti fyrir Roni. Setur bæði skotin. 6-8 fyrir Káringum. Káringum var að spila mjög góða vörnin í byrjun. Finnur Sigrúnu. Það er doppeltíma Sigrúnu. Fyrir Maja. Skemmtilegt. Sanja, þristur. Hann Geigar. Ágændi er að dæma númer 6 hjá KR. Villa á Helenu. Ít í bakið á Nikítu. Sko KR-ingar eru bara að treysta held ég á þristan okkar og doppeltíma í hornunum. Já. Og það er bara búið að ganga mjög vel í byrjun. Þetta er bara búið að vera frábær vörn hjá Káur. Sem að enn svo koma að vera leiknum. Það finnum við Sigrúnu. Sigrún. Inn á Nikítu, setur að Villa, gert um Nikítu. Mjög vel gert. Mér sýnist Helena var aðra villu sína. 2 villur og mjög bara í sömu sókn. Flott hvernig að reyna að finna Nikítu að undir með að Káur er að spila glæsilega Sveðsvöld. Já, það er bara fara 4 í hana sko þegar hann kemur inn í tegin. Já. Mjög erfitt við Nikítu. Fyrra viti af. 5,5 mínútur búin að leiknum.
Nei, eftir að leiklutunum. Setna Geigar. Og fyrir þetta... Þetta er Skallagrímsbolti. Glæsileg bara. Af Helenu. Helenu er ekki alveg búið að vera gangur ná vel í þessari sókn. Nei. Skallagrímsmála. Finnur Mæju. Sanja. Skiptir Mæju. Gott feik af Mæju. Sanja fyrir alla leið. Nei, hún er ekki sóknarfrákastinu. Mikið klafs. Finnur Anniku. Annika allar alla leið. Kikka honum út. Það er þristur. Hann Geigar. Þessir af. Gert hjá Emblu. Embla búið að vera fín hérna í byrjun. Nikita með hægri. Gert Nikita. Góður hraðaflegur Skallagrímsstelpum. Keyra boltana vel upp. Það er vilja að fá sér aðeins. Það koma hérna upp Annika. Kemur boltana yfir. Það er Björg. Erfiðust upp Björg. Tapar boltanum. Góð vörn í Skallagrímsstelpum. Embla róar þetta niður, sniðut. En Sanja, hún er alltaf alla leið. Villa. Sýndist mér ekki Villa númer 8. Villa Ástrós. Jú, Villa Ástrós. Kom í bónus. Þá er það 5 skipting aftur hjá Kávinningum. Mjög áhugavert. Maður sér þetta ekki ofta 5 skipting. Það er að segja mjög sjaldgæft. Að Skallagrímur hafa ekki eins og skipt. En þeir eru bara í tvissunum 5-falda skiptingu enn í KR. Já. KR er greinilega rótita mjög vel til þess að spila vörnina krafti allan tíma. Eygló, Þóra, Perla, Karín, Áslaug og hver kom síðust hérna? Númer 13, Ragnhildur. Já. Nei, 23, þetta er ekki Ragnhildur, þetta er hún Unnur. Káringar. Góð vörn í Skallagrími. Það var Perla. Fæ skrínið. Setur inn eftir. Góð vörn í Skallagrími. Mjög góð vörn í Skallagrími. Káringar. Erfið sendingarnar reyna að finna hann inni. Já, mér finnst að koma skipting á Skallagrími. Inn á að koma Gunnhildur. Gunnhildur Lind Hansdóttir er að koma inn á fyrir Mæju með Kölsku. Embla tekur boltan upp fyrir Skallagrími. Það er haldan við svæðinu. Skallagrímur spilur hann bara fyrir utan þryggjastega. Nikita. Sanja fyrir þristinn. Erfið þrist, það er brotið á Sanju. Ekki góð vitið á Þóru. Ég lofaði því hann Mike Denzel er ekki sátt þessa villu. Hann er ekki sáttur. Nei, maður er oftast ekki sáttur þegar maður fær svona vill á sig. Þryggjastega, þetta er aldrei góður villur. Því að Sanja er góð vítaskipta. Gert því Sanja. Fyrir setna vítið onni. Það er. Setur fyrstu 2. Hún er góð vítaskipta eins og ég var að segja. Þetta var alls ekki góð villa. Það Þóru. Atkvæðamestari Skallagrími hingað til er Nikita með 4 og Sanja með 4. Geigar 3. Þetta hent villu á Gunnhildi. Fyrir hald. Aðeins og aggressífu frákastinu. En samt, ég er nokkuð sem að Guðrún fílir svona baráttu hunda. Ég fílar ekki svona baráttu hunda. Karin Áslaug keyrir upp. Perla með boltan. Hún er ekki að finna neitt. Finnur aftur Karin Áslaug. Hún vil á pitt, 2-falt pitt. Tapaði bolti, Káringa er komið nokkri að tapa bolta hérna. Þessi sendingarna inn í tegin er ekki að virka hjá þeim. Nei, Skallagrímsstelpur eru bara mjög góða vörn hérna. Það finnir Sigurinn galopinn. Hann Geigar. Þetta verður hún að setja. Þetta er bara galopið og hún er á mjög high leveli, þetta er bara must. Gætti Tarín. Geggju vörn með Nikitu. Vá, Nikita sagði bara farðu heim. Hún sagði bara, þetta er fjósið mitt. Já. Það virðast verið að hendi í eitthvað boxkerfi, káringar. Mækarinn er greinlega búinn að vera að skrifa eitthvað upp fyrir þær á æfingum. Sjá þetta. Góð vörn. Það reyna aftur þess að sendingu hana inn. Sanja aðeins að snögga á sér. Vel gert. Og skilur hann bara aftur. Heyrðu, það er bara að tapa boltar bara hægri og vinstri hérna. Sanja æst. Finnur Sigrúnu, skemmtilegt. Erfitt í Sigrúnu. Frákast tók Perla. Vildi fá villina hana.
Perla alltaf sjálf. Finnur á Tarín Asli, hún verið þrist. Það er beint ofan í. Þetta Skallagrímstelpa vil ekki skilja Tarín Asli eftir opna. Nei, hún vill taka þessi skot sem að alltaf er engin í henni alveg. Góð vörn í Káring. Tapar bolti. Skallagrím. Perla upp með boltan. Tarín, annað þristur. Þetta var heat check. Gert hjá Embla. Þú taka nokkuð frákastir. Sanja, hún er bara svolítið æst inn í byrjun. Geigar. Góð barátta. Rífur frákastið. Og setur það. Sanja Orsovic. Mjög vel gert. Staðan hérna 14-11. 2:30 eftir. Af fyrsta leikluta. Það er að koma þessi skemmtilega. Fimmfalda skipting. Mjög skemmtilegt. Finnar hann yfir. Unnur finnur Perlu. Það gerir Perla, hann fær skrínu frá Unni. Yfir á Tarín Asli. Tarín fer í þristinn. Step þrist. Geigan, Sigrún, mjög gott frákast. Róar þetta niður. Það er alltaf leikmenn með svona mikla reynslu sem Sigrún, ég veit hvað er að gera. Það róa bara leik. Það er Sanja upp í þristinn. Þessi var stór. Sanja. Þetta var stefningsþristur. Já. Mikið kraftur núna í Skallagrímstelpum. Finnar Tarín Asli, hún vildi vera annað þrist. Hún búið skjóta mikið på sig. Aron að dæma villu. Engin veit hvað hann var að dæma á henni. Dæma veit á Emblu. Embla komið 2, þetta er ekki þessum Skallagrímsstelpur að leita það. Hún er líka farin út af, innan kemur Árnína Lena. Síðan er þessi fimmfalda skipting hérna hjá Káringum, já, mætir hann, já. Allar út af, allar inn. Þetta er mjög áhugavert. Komið kerfi, þetta er galop yfir Helenu. Þetta er ekki honni. Það var bara beint, Gunnhildur alltaf alla leið. Já, hún rótar henni, þetta er vel gert. Mjög vel gert Gunnhildur. Sigrún vill kerfi. Sigrún hekka aðeins lengi á boltanum þarna, það hefði mátt gefa hann fyrr. Finnur Sann, og hún með beint í þrist. Hann Geigar. Nikita með sóknarframstig. Og bara alltaf með Káringum. Það þurfa að stíga betur út. Skallagrímstelpur hafa alltaf mikið sóknarfrákastum. Þetta er vel gert. Kemur boltan upp. Annika finnur Helenu. Helena aftur, Geigar leið uppi. Þetta er fín skot sem Káringar taka. Er ekki hitta nógu vel. Nei, það er ekkert að detta eiginlega bara hjá báðum liðum. Já, 17-11 er ekkert mjög mikið á stígum. Sigrún, vel gert í Sigrúnu, finnur Nikitu. Þetta er beint Guðni. Þetta er skot sem við viljum fá. Þetta er skot sem að, já, flest öll lið vilja taka held ég bara. Þetta er mjög gott skot. Komar upp um boltan. Ástrós komið með það, finnur. Komur með það Anniku. Aftur Ástrós. Ástrós finnur Helenu. Sett hann yfir. Góð vörn hjá Gunnhildi. Mjög góð vörn hjá Gunnhildi. Annika. Þetta er tvistur, langur tvistur. Ekki gott skot. Skallagrímur bolti. Bara mjög góð vörn til Skallagrímur í byrjun. KR-ingar eru að treysta svolítið mikið á löngu skotin. Þeir geta ekki treysta það allan leikinn. Þeir þurfa að vinna eða ykkur öðru. Sigrún að vinna. 6 tíma með að láta boltan rúlla eftir vellinum. Þetta er þekkt trikk. Aftur í alveg eins skot bara hinum einn. Ráðið til Anniku. Náður hennar skoti. Það er Geigar. Góður enda fyrstu reikluti 19-11 fyrir Skallagrím. Stigahæstu leikmenn Skallagríms eru Sanja með 9, Nikita með 6, svo koma Maja og Embla með 2 stig hvor. Hjá KR-ingum er Tarín Asli með 5, Annika 3 og Perla 3. Já, viljum minna aftur á þeir sem voru ekki komnir hérna í byrjun að Skallagrím eru að spila með sorgabönd vegna andláts Gísla Halldórs sem var fyrrum formaður og vel unnur að Skallagríms. Blessuð sé minning hans. Hvað finnst þér fyrsta leiklutan svona yfir höfuð? KR er að spila frábæra vörn. Mér finnst bara, það er bara líka Skallagrímur, þetta er bara góður varnarleikur, bæði lið. Já, í rauninni. En það sem Skallagrímur er að gera betur, það er að láta boltan flæða meira. Já, í sammála. Opna vörnina. KR-ingar treysta mikið bara á
eins og þegar Tarín Asli er inn á, treysta mikið á hana. Já. Vilja hún sér mikið boltan. En svo auðvitað líka minna á leikinn sem var í gær, drengjaflokk, Skallagrímur Stjarnan, sem voru 78-65 fyrir Skallagrímsmönnum. Alltaf gaman að fara yfir yngri flokkana svona á og til. Já, skemmtilegi leikir Það þar. var sterkur sigur í Skallagrímsmönnum. En förum hérna bráðum aftur að byrja. Annað leikliði fer í gang og ég býst við að Káingar komi sterkar inn. Það eru 11 stig er ekki nóg. Það er bara alls ekki nóg. Ég býst við að komi með mun meiri hörku heldur en fyrsta Já, leikluta. ég vil sé Káingar keyra mér á körfuna. Já. Mér finnst ekki verið að duga nóg að þið séu bara eitthvað að treysta alltaf þriggjastigaskotin. Nei. En Skallagrímur, það er byrja með sama lið og endaði fyrsta leikluta. En nei, ekki alveg sama. Sanja farin út af og Embla hvílir ennþá. Maja kemur aftur inn. Þetta er bara alveg fjörugur leikur myndi ég segja. Það er verið að sýna hörku. Já, ég meina bæði lið vilja vinna þennan leik. Já, þetta er mikilvæg leikur. Kíkja kannski yfir stöðun í deildinni fljótlega. Það eru Káringar sem byrja hérna annar leiklut. Tarín Asli er komin aftur inn. Hún er ennþá með boltann, fær skrínið. Fer á Nikítu. Seta hann inn. Út á Tarín Asli, hún vil langan þrist. Hessi! Beinustu leið honni. Vá. Þetta var skemmtilegt Tarín Asli. Gaman að sjá svona. Gaman líka að sjá Káir að reyna að finna hana undir og sjá beint út á Tarín. Já, Káringar þetta tímabil eru 0 af 7 neðstir í deildinni, en Skallagrímsstelpur eru í 5. sæti og eru búin að vinna 3 og tapa 4. Þannig þetta er alveg mjög stór leikur í bæði lið. Góð vörn hjá Káir, Nikíta bjargar þessu. Árnín er erfitt skot. Og þetta er bara út á, boltinn var yfir spjaldið. Og já, það er Káir borti. Já, lið Káringar sem er innan núna er Unnur Tara, Perla, Tarín Asli, Þóra Birna og svo Eygló Kristín. Skiptingu Skallagrímsstelpum sýnist mér. Sýnist Sanja á leiðin inn á. Nei, það er ekki leyft inn á. Það er leitt við Sanju, langar örugglega inn á. Tarín Asli. Það langar öllum að fara inn á. Perla. Stólinn, góð vörður sigur. Glæsilegt. Þetta er kallið reynslu. Það er ástæðun í landsliðinu. Það er bara alla leið. Þetta er kallið þessi er reynslu. Þetta er snirtileg vinstri. Það er ástæðun í landsliðinu. Hún er svo klók. Hún alltaf veit alveg hvað hún er að gera. Já, Tarín Asli. Finna inn. Hvað gerir Unnur Tara? Góð hreyfingu Unni. Nikíta. Skallagrímur er að stíga mjög vel út. Gunnhildur. Góð hreyfing. Gunnhildur, skemmtileg. Vá. Góð hreyfingu Gunnhildur. Mjög góður snúningur. Gott feik hérna. Þóra Birna. Þetta er spjaldið honni, mjög skemmtileg. Ég fíla gott spjald. Ekkert betur en gott spjald. Þetta er mjög skemmtilegt Þóru. Sigrún, kalla eitthvað kerfi. Þetta er villa. Sýnist það að vera unni töru. Nei, 5. Þóra Birna. Fá sína aðra villi. Það kemur skiptingu Skallagrím. Hver er að fara út af? Gunnhildur fyrir út af að Senja að kemur. Gunnhildur. Ég veit ekki alveg með þessa skiptingu. Hún tók eitt skemmtilega snúning á hann og sett hann snirt til honni. Ekki sniðið það sem er á kurun en allt í lagi. Við náttúrulega erum ekki þjálfari. Nei. Hún vill fá flæðið bara í liði held ég. Já, það er rétt. Skemmtilegt sigur hennu. Þetta er villa. Engin karfa. Hann kallar villa á gólfinu. En þetta er þriðja villan á Perlu síns mér. Er þetta Perla? Perla þarf að fara að passa sig. Nei. Jú. Jú, þriðja villan á Perlu. Ég held að mækarinn þurfa að geta þetta að skipta hann út af. Það er ekkert að spila 3 villu manni bara en það í byrjun andarsleikluta. Sigrún fyrir þristinn. Og hann gegar. Tarín Asli, lítil en hoppa hátt. Gott frákvæmst af Tarín Asli. Góð hreyfing, aðeins og hár. Enn og aftur Skallagrímsstelpur að stíga mjög vel út. Senja reynir langar það ykkur fram en virkar ekki á henni. Kastar hann beint út af. Það er skipting hjá Káringum. Herru, það er
Einföld skipting í dag. Eins og ég heldum, Perla á leiðin út af. Það er ekkert að spila þriggja villu manni hérna, svona snemma, í öðrum. Já, þá... Nú, hver var að koma inn á, sástu það? Það var... Númer 22. 22, María Vigdís. Komið yfir, María, nýkomin inn á. Hún vildi skjóta, tók það ekki. Skemmtilegt spil. Geigar. Eygló, það var ekki nóg gott. Þetta er skot sem að Káur verður að setja þegar við vilja vinna leik. Já, ég get lofað því að Mækarinn er ekki sátt með þetta. Góð vörð í Káuringum. Galopin, Árnína, galopin. Það gegar. Skalleginn Grímur bara ekki að setja þristana í dag. Nei, bæði liðir eru búin að skjóta, reyna að forsa skotunum svolítið upp. Dæmt skref og þá er það Arna Hrönn Ámyndudóttir á leiðin inn á. Arna Hrönn kemur inn á fyrir... Það var að 5-fjöld skipting hjá Káur. Sigrún Sjöfn fyrir út af 5-fjöld aftur. María kom inn á í 6 sekúndur eða eitthvað. Ég meina, góð tími sem María fekk samt. Þetta eru mínútur sem að hún vann sér inn. Fyrsta... Arna kom inn þegar fyrst skipt í leiknum, stillir upp. Vel spilað, vel. Og það var Villa, byttuð, þetta var hún. Helena, þriðja villa Helenu. Þriðja villan á Helenu. Káringar eru ekkert að... Þegar ef að skallagrísstelpur komast út úr trappinu, þá ráða bara Káringar ekki við þær. Það er með allt og marga villur. Þær eru bara komin í villuvandræði. Helena og Perla með 3. Þóra Birna með 2. Það bara er ómikið. Nikita setur fyrra skotið í. Hún er svo örugg. Sést bara á henni, hún er locked in. Hún er að setja seinni viti, ég get lofað því. Já, ok. Það gegar. Gott frákast til Káringum. Það var Annika. Það geigar. Enn og aftur skallagrísstelpur að stíga vel út. Maja. Árnína finnur Nikitu. Sanja villar í þristinn. Geigar. Þetta var ótímabært skot í skallagrísstelpum. Það hefði ekki að nýtt klukkuna betur. Aðeins sem ég geti flýta sér. Káringar. Reyna að finna Anniku. Annika fær hann. Fer á Árnínu. Þetta er airból. Káringar í engu flæ. Arna aðeins og fljóta sér. Erfið sending. Og Árnína stelur. Árnína næri þessu. Sanja, mjög líkt skóplu þarna en við getum alltaf ekkert sagt það. Árnína finnur Arna vill kerfi, vel gert hjá Örnu Róa. Náttúrulega sýsti Sigrúnar, með reynslu. Kann þetta allt. Systurnar 3 vita alveg hvað er að gera í körfunni. Þetta lítur, er þetta uppkast eða villa? Þetta er villa á Nikitu. Já, mér sýndist það. Önnur villa hennar. Og það er leiklið sem Skallagrim. Leiklið, já, Guðrún tekur. Það er eitthvað greinilega sem hún þarf að tala við stelpuna sínar. Það er náttúrulega, það er ómikið að flýta sér. Það eru með 8 stöð fórskot. Þær eru að reyna að hafa leikinn í sínum höndum og róa niður. Já, þær eiga að reyna að spila á sínum hraða. Já, því Skallagrímur rótir náttúrulega mun minn en KR. KR er skiptað 5 mönnum inn á 2 mínútna fresti. Já. Þannig KR vilja halda háu tempói. Sjáum við það, Mækarinn, hann er ekkert mjög sáttur með KR-inga. Myndi ég alltaf að trúa. Guðrún að fara yfir einhver kerfi, hún vill fá eitthvað. Komast sínu stelpum í gang, þristan er ekki alveg þetta. Kíkjum aðeins hérna Sanja 9, Nikita 7. Svo kom með Sigrún, Maja, Gunnhildur og Embla, þetta með 2. KR meginn Tarín Afstek með 8. Perla 3, Annika 3 og Þóra Birna 2. Sjáum hérna hvort að hvernig stelpunar munu koma út úr leiklíðinu. Nikita búin mjög góð. 7 stig, 4 skiptingar Skallagrim. 1 stóðsending. Sanja búin mjög góð. 5 frákast, 2 stóðsendingar. Já, skiptingar Skallagrim. Sigrún kom inn fyrir Nikitu. Já, það er náttúrulega ekkert að hvíla Sigrúnu lengi. Hún er mjög mikilvæg. Já, hún er mjög mikilvæg í Skallagrims liði. Það er þristur. Vel stíð út hjá Örnu Hrönn. Og síðan næstu í tapaði bolti. Ótímabær sending. Nei, maður taldi hann lengur sjálf. Æja, Finn. Aron er ekki sáttur með þetta. Hann vill fá einkastu.
Sanja kemur upp með boltan. Góð vörn hjá KR-ingum, Annika. KR-ingar þurfa vel bara að láta, myndir ég segja KR þurfa bara að fara að hitta í körfuna. Þá kannski fyrir þetta að koma. Jú, þær þurfa í rauninni að taka bara auðvelt skot til að sjá boltan fara onni, svo að hitt skotin fari onni. Þær eru að spila ágætis vörn, sko. Maja í þristinn. Það ger. Þetta er stíga vel út og allt. Það er bara að þurfa aðeins að betur bæta sig í sókninni. Já. Koma þær upp með boltan, það er Björg. Björg er drifn, Árnína. Flott vörn í Árnína. Finna Anniku. Vel mætt hann hjá Sigrúnu. Góð vörn í Skallagrim. Það Og þetta er gulubolti. Embla er að koma inn á, út af Árnína Lena. Við viljum auðvitað þakka Kvikmyndavélum Borgarfjarðar fyrir að streyma alla leiki. Mjög gaman að fá að sjá þessa leiki í þessum erfiðu tímum COVID-19. Ok, Embla. Maja. Góð vörn. Sjö, nú kom miklu meira flæði hjá Skallagrím. Þetta er mjög góð vörn til KR-ingum. Þetta er mjög góð vörn til KR-ingum. 4 sekúndur eftir að skóklukku. Guðrún ekki sátt. Hún var ösku ill þarna. Hún var ekki sátt með þetta. Herri, er þetta 5-föld? Það er 5 skipting ekki KR. Ég var að bíða eftir þessu. Þetta er skemmtilegt. Ég hef gaman að þessu. Já, það er alltaf gaman að sjá hvað svona... Sem körfubolta unnandi þá hef ég sér voða gaman lítið. af svona skiptingum. Stólinn bolti aðna hjá Unnu Töru. Það var að Tarín Astley komin aftur inn á. Hún þarf að spila meira fyrir það, finnst mér. Hún er það besti leikmaður. Út, Perla. Þetta geigar. Sanja mjög glæsið frákast þarna gott. og róa niður. Það er vel gert. Sigrún. Hann sem ekki drift kannski. Sanja galopin í þristin. Þetta er galop, hún verður að setja þennan. Það geigar. Guðrún öskar á leikmann að bakka. Skiljalegt, það er sniðugt að bakka. Tarín Astley aðeins svo mikið. Þóra erfiðan þrist. Gott frákast. Finna Eygló sem fann Perlu. Tarín Astley. Sérinn. Eygló. Þarna, þetta er sterkt fyrir KR-inga. Fá villuna og komast á vítalínuna. Sér líka KR er að reyna að fá mikið boltan þarna inn í teginn. Já, Skallagrímur ekki með mjög marg, eru með, sínast með 6 liðsöldur. Það er ekki mikið, KR-ingar er ekki búin að dræfa nóg. Þetta er beint Donni, vel gert Eygló. Eygló þarf að keyra aðeins þennan kraftinn í KR-inga. Vekja þær upp með þessum vítum. Það eru bæði Donni. Setti bæði Donni. Mjög vel gert Eygló. Embla stillir upp. Við höfum alltaf mjög gaman að því að Eygló og Maja eru með hárband. Það er alltaf skemmtilegt. En eitt sem kemur svolítið óvart að Skallagrímur er í hvítum sokkum. Ég sé hann okkur leikinn í grænum. Ég hef alltaf verið mikill áhuga með grænum sokkum. Það er leiklið. Skallagrímur er þetta annað leiklið. Guðrún er alltaf að nýta öll sín leiklið. Já, ég minna Skallagrímur er ekki að bregðast vel við vörninni á KR eins og staðan núna. Nei, staðan er 24-18 sem er náttúrulega ekkert öskrandi mikið að stigum. Bæði lið ekki að hitta vel. En að öðru leyti er þau mjög góð vörn. Staðan hérna í öðrum leikluta er 5-7 fyrir KR-ingum. Þetta er að halda áfram. Þetta er 6 stig er ekki neitt. Þetta er rosalega leikur. Sanja Orsusovits er ennþá stigið hæst í leiknum með 9 stig. Kom með 6 frákast og 2 stóðsendingar. KR-ingar mættir inn á völlin en við sjáum hérna Já, KR-ingar tóku stutt leikli. Skallagríms stelpur eru bara ennþá að spjalla. Vonandi með eitthvað áhugavert. Vonandi eitthvað til að keyra leikinn í gang allavega. Já, ég vil fara að sjá einhver stemming fyrir stæðina. Ég vil fara að sjá öskur á bekkinn. Ég er nokkuð viss með að ég bara 3 þristar af 4 onni í leiknum. Finna Sönju. Mjög góð vörn, KR-ingum, góð vörn. Það er pressa boltan strax. Þetta er skemmtilegt. Það vita ekki hvað er að gera, skemmtilegt. Nei.
Það einhver skjálfti, finnst mér í báðum liðum. Singanum, Sigrún. Embla galopin. Þetta verður hann að setja. Það geigar. Þetta bara kemur ekkert óvart. Gangur leiksins bara, það enginn að hitta. Karin Asley. Það pikkið. Þetta er það sem vill. Af. Gott frákast af Perlu. Vinstri, skemmtilegt. Maja nær frákastinu. Skemmtilegt af Perlu, þó að geigaði. Sanja. Finnur Nikítu inni. Og það karfa góð. Þetta köllu and one. Já, Nikítu Telesford. Hún ánægð með þetta. Mér finnst að Sanja, þetta er náttúrulega bæði gott og slæmt, hún er full æstur leikmaður. Hún róar ekki mikið, hún keyrir mjög mikið bara af stað. Já. Nikíta, þetta er beint honni. Já. Skallingin er stelt með vissu alveg, það þurfti ekki verið frákast þetta. Þetta var 4. villan af Perlu. Perla fer út af og inn á kemur. Perla spilir nú örugglega ekki mikið meira en fyrir Marja Vigdís. Seint í seinni hálfleik. Já, ég meina þetta er svakalega villivandaræði sem Kári gangi gegnum hérna. Finnur Tarín Asley. Finnur Eygló. Þetta er þristur, þetta er Marja. Það geigar. Maja nær frákastinu. Kika boltnöðu, Sanja. Finnur Nikítu. Þetta er bara blokk. Gert. Góð vörn Kári þarna. Það var nummer 23, Unnur Tara. Mjög góð vörn. Það voru tvöföld skipting Kári. Inn á kom Annika og Ástrós. Út af fer Unnur og Þóra Birna. Já. Embla. Tekur eitthvað ingangskerfi hérna. Sanja opinn. Sigrún, þetta er... Hún er galopin. Það geigar. Þetta kom vissulega ekki óvart. Það er bara ekkert búin að þetta honni í dag. Það er bara eins og einhver hafi lokað körfunum hérna í Borgarnesi. Galopið. Þetta geigar. Loftbolti. Sanja keyrir hratt upp völlin. Sigrún, annað þristur. Þetta er Óni. Þetta verður hún að setja. Hanna. Það hlaut að koma að því. Nú brosir hún. Ánægð með þetta. Skemmtilegt. Hanna, það komið stemming hjá Skallagrim. Þessi þristur reif Skallagrimsbekkinu. Þá kemur hún, komaður um í bóta KR. Finna Eygló. Tarín Asley, hótar löngum þrist. Góðu drippreifingar. Glæsileg vörn hjá Skallagrimsbekkinu. Tarín Asley er að drippla mikið. Hún drippla mjög mikið. Þá er það Embla. Kemur upp með boltan. Finnur Sanja. Á Sigrúnu. Sigrún. Það er tvöfald að Sigrún strax. Hún feikar skotið. Þetta er skref. Ja. Nei, þetta er tvígrip. Það er tvígrip á Emblu. Ég held að það verið skref en tvígrip. Næst í því sama. Já, ef líka einhverjir ennþá að pæla okkur Kíra er ekki með, þá er hún búin að vera með veikindi. Ekkert kóróna, þetta er bara veikindi. Góð vörn í skallastelpum. Embla keyrir upp völlin. Tekur langa sending á Nikítu. Nikíta. Þetta er bara frábær vörn hjá Anniku. Þá kemur Asley upp völlin, Tarín Asley. Tvisturinn. Þetta geigar. Maja er að rífa frákastinn. Mjög vel gert Maja. Það var að uppkast. Góð baráttu hjá hver var með svona góða baráttu? Þetta er Ástrós. Ástrós Lena Ægisdóttir. Gert hjá Ástrós. Skallagrim bolti. KR eru bara ekki að hitta vel í dag. 11 stig í fyrsta leikjum og 7 í öðrum. Sigrún galopin. Þetta verður hún að setja. Þetta er Róni. Mike Denzel er ekki ánægð með þessa vörn. Finnar hann inn. Eygló. Fara bara sjálf. Þurfi ekki alltaf að leita Tarín Asley. Farið sjálfar. Það er uppkast. KR bolti. KR er allt og mikið að leita Asley. Skallastelpur halda áram með flotta vörn sína. Finnur Anniku. Hún að fer á Nikítu. Þetta er Róni. Hanna. Gert KR. Saxi þetta niður í 12 stíg. Heyrðu, eitthvað kjaftsögg á þessum Ástrósvekk.
Ekki það, ég held að fá einn á nebban eða kjaftinn. Þetta er villa. Ástrós. Ástrós að fá sína aðra villi. Passa sig hérna í frá. Það er bónus. Það er bónus. Káringar að brjóta allt of mikið. Það eru komna með, sýnist mér rétt, 12 liðsillur. 13 en allir næ. 13? Já. Ég er ekki góður í starffræði, en það er allt annað var. Nei. Það eru með 12. 12. Já, þú ert lillur í starffræði. Láttu ekki svona. Fyrir að vita Sigrúnu geigaði. Gert til Sigrúnu. Asli þarf að fara að leita liðsfjölnum sínum. Það er ekki hægt að vera sjálf alltaf. Doppeltíma Anniku. Sigrún dettur. Mjög vel gert til Anniku. Sigrún að snúa sig, það er ekki gott til Skallagrimsstelpur. Vonum þetta sé bara að hún geti labbað þetta af sér. Því hún er mjög mikilvæg í þessu Embla liði. fyrir þristinn. Af. Árið komið hérna hálfleik í fjósinu, staðan er 33-22. Hvernig finnst þér gangur leiksins hafa verið hérna frá? Bara fínnirunni. Góð vörn í báðum liðum. Einhver aðeins farið að þreytast í liði KR. Já, sem er náttúrulega, kemur sem náttúrulega pínu óvart með hvað er að skipta ört. Já. En Skallagrímur, það er að gera nóg. Það er ekki hitt af rosalega vel fyrir utan tryggja, en það er að standa sig vel inn í teiknum. Það er raun, Skallagrímur vill spila þennan leik á sínum hraða. Já, og reynir að stjórna því. Það er bara að halda tempónu vel, það er ekki bara að leipa KR í ómikið að hraða upplöpum. Ef að fara aðeins yfir státtinn. Já. Embla er með 2 stig, kom með 4 fráköst, 2 stóðsendingar og 1 stólinn. 1 blokk. Góður leikur Emblu hérna frá. Maja með 2 stig. Hún er búin dugleg fráköstin. 5 varnarfráköst. Það er eitthvað sem Skallagrímskonur eru mjög sáttar með. Sigrún voru góð, kom með 8 stig. Mjög flottur leikur henni. Hún er búin á 1 frákösti en kom með 4 stóðsendingar. 2 stólna einnig. Nikita er með kom með 4 fráköst, 1 stóðsendingu og 10 stig. Hún er stigæðis leiksins, er Nikita. Sanja er með 9 stig, kom með 7 fráköst og 4 stóðsendingar. Sanja er búin að skjóta full mikið. Hún er 2 af 11 utan af velli. Það er eitthvað... Það er eitthvað sem hún þarf í rauninu bara að laga fyrir seinni hálfleikinn. Já. Það vil segja Skallagrímur Hún líka eftir að taka þennan leik. Tarin Asli, 3 af 11, 8 stig. Hún er skjóta full mikið finnst mér. Annika kom með 7 stig, hún er bara góð. Standa sig mjög vel, síðan hún kom inn á. Komin með 5 fráköst. Bara mjög flott. Já, ég var að minna það aftur. Skallagrímskonur er að spila með sorgarbönd, svona límdar hérna á treyjunni þeirra. Sjáu það kannski einhvern tímann í leiknum. Vegna andláts Gísla Halldórs sem var fyrrum formaður hérna Skallagríms. Og vel unnin Skallagríms. Bara blessi sér minning hans. Já. Ég þekkti nú ekki Gísla Halldórs persónulega en ég veit að hann var góður maður. Já, ég hugsa það. Hér sjáum við samt hann Steina vera að skjóta og Anton. Og Anton. Í guliskonu. Eigum við að taka okkur smá hlé? Já, ég held að við tökum okkur kannski 2 mínútna hlé, kom að vörum með spori.
Þá erum við mættir aftur. 9,5 mínúta í að leikurinn hefst aftur. Skemmtilegt miðjuskotið Antoni, það geigar. Sér viljum við bara minna aftur á að Drengjaflokks Skallagríms vann í gær Stjörnuna. Já, það var náttúrulega skemmtilegu leikur að vissu. Hann var eitthvað ekki sýndur, sem var synd. Það var mjög mikil synd að hann var ekki sýndur. Þetta var skemmtilegur, sterkur sigur í Skallagríms strákum. Þeir eru hressir strákar. Mjög hressir. Ég hef aldrei séð jafn hressa stráka og bara Drengjaflokkur Nei, það var góður leikur. En ég meina, sko, hvað finnst þér að KR-ingar þurfa að gera til að bara koma sér betur inn í leikinn? 11 stig er náttúrulega ekki neitt, en 22 stig skoruð er bara mjög ekki gott. Meira flæði í sókninni, myndi ég segja. Já. Það er að reyna að þvinga boltan svolítið inn í teginn. Já, mér finnst það líka bara allt og mikið að leita að annarkot Asli eða Aníku. Það er ekki, eða bara treysta á langa þrista. Eru aðrir leikir í gangi? Haukar Breiðablik var allavega í kvöld. Já, ég held að hann sé ennþá í gangi og fara aðeins við stöðunni í honum. Sjá mér að leiklokið Haukar unnu útisigur á Breiðablik, 70-60 fyrir Haukum. Sterkur sigur fyrir Haukastelpur. Mér finnst deild kvennamegin, það var mjög góð í ár, spennandi. Gaman hvernig hún er að þróast. Mér finnst bara kvennakörfubolti búið að stækka mikið á Íslandi og það er mjög skemmtilegt. Staðan í deildinni er svoleiðis að Keflavíkur efstar, ekki tapa leika ennþá, svo komið Fjölnir í öðru, Valur 3, Haukar 4, Skallastelpur í 5, Snæfell 7, Breiðablik 7 og KR-ingar í 8. Svo viljum við minna á leik Skallagríms og Fjölnis á föstudaginn í Fjósinu í Borgarnesi. Það verður stórleikur fyrir skallastráka. Mér sýnist hérna Það er unnu líka skemmtilega sigur á Breiðablik. Já, góður sigur á Skallagrími síðasta föstudag á Breiðablik smönnum. Það var mjög mikilvægur sigur. Já. Hérna mér sýnist, það eru komnar hérna, Skallastelpur og KR-ingar, komnar úr klefanum, sem þýðir ekki meira af ritaraborðinu að skjóta frá miðju. Það er leiðilegt. Já. Það er synd. Það er alltaf eitthvað skemmtilegt að sjá. Já. Svo finnst mér bara, minnst leikur sem búið að flæða vel, hann er bara fljótur að líða. Það er ekki mjög mikið að stoppum svona. Nei. Þannig. Einu sem vantar hérna að leika er moppan. Já. Það var þetta frábær leikur. Já. Fara aftur í kannski atkvæðamestar. Skallagrím er Nikita með 10 stig, Sanja 9, Sigrún með 8, Maja, Gunnhildur og Embla með 2 hvor. Svo hjá KR-ingum er að Tarín Asli 8, Annika 7, Perla 3 og svo er Þóra, Birna og Eygló 2 hvor. Já, KR-ingar verður líka að passa sig svolítið í að brjóta ekki. Já, þær eru í... Það eru margar að villa mikið. Já. Full mikið fyrir minn smekk. Sem verður skemmtilegt að sjá hvort að Perla byrji seinni hálfleikinn. Ég skal veðja við þig. Ég ætla náttúrulega að stiðum engin veðmálasvindl, en 50 skall. Ég er að segja þér að ég trúi ekki að Perla muni byrja með 4 villur. Það er bara... Það væri mjög skrítið. Þá er mækarinn að gera eitthvað villust. Það gengur ekki að vera að spila henni með 4 villur. Að það ekki byrja. Ég hugsa Perla fara ekkert inn á fyrir en bara... Nei, fjórða leik. Ég held að KR-ingar byrja að setja Tristan í seinna leik. Já, það er bæði lið verða í rauninu að fara að setja stótt eða vilja vinna leik. Ég held að KR-ingar fara að koma sér inn í leikinn betur. Skallagrímstelpur munu byrja vel, en ég held að KR-ingar byrja ekstra vel. Skallagrímstelpur verða líka vonum að Guðrún hafi sett eitthvað yfir þessa pressu sem þær eru að setja þegar það er komið með. Sko alltaf þegar Skallagrímstelpur eiginlega lenda út í hotni, þá er trappaðir. Doppeltíma.
eða eins og íslensku, 2 menn fara að spila vörn á 1 mann. Fyrir þá sem ekki skilja. Þetta er falleg íslenska hjá þér. Já. Veistu hver næsti leikur í Skallagríms kvenna er eftir annan? Nei. Nei. Alveg áhugavert. Tjekka á þig. Það er 21. Valur? Febrúar á móti Val hérna heima í fjósinu. Já, það verður leikur í lagi. Það er mjög mikilvæg leikur fyrir Skallagrím. Þær eru í baráttunni þarna 4. sæti við Val. Já, þær eru það. Það er líka spennandi að sjá hverjir verða með þann leik. Verður örugglega einhverjir ekki jafn góðir lýsar. Ef það er fundið betur lýsa heldur en okkur tvo, þá veit ég ekki hvað er að gerast á Íslandi. Sko. Bara ef einhver vildi vita, þá heiti ég Alexander og með mér er Arnór. Við vorum örugglega ekki búin að nefna okkur. Bara svona verið áhugasömi. Síðan er Valur að keppa á móti Fjölni í kvöld, klukkan 20:15. Fjölni stelpur búin að vera mjög góðar í vetur. Og ef að Skallagrímur vinnur þennan og Valur tapar, þá er Skallagrímur kominn hana í 3. sæti. Já, það var mjög sterkt Skallagrímur. Kýra og Guðrún eru hérna að tala um eitthvað merkilegt, sé ég. Það eru eitthvað, plana eitthvað rosalegt. Það er mikill missir að missa Kýru. Já. Búin að vera veik undanfarið. Já, það eru veikindi að hrjá hana, því miður. Það hefði sterkt að hafa hann í kvöld. En stelpunir eru að standa þessu hetjur áninnar. Ég er að horfa hérna yfir KR-lið skjóta, það er bara rauninni klúður ekki skoti. Já, ég er að segja, það er að koma. Það boðar ekki gott fyrir Skallagrim stelpur. Mike gaf þeim einhver orkutöflu í hálfleik. Er að keyra þær í gang. Það hefur verið eitthvað í vatninu allavega. Já. Sko, KR-ingar þurfa að nýta vetur að Skallagrim sé ekki með leikstjórnan sinn, Kýra Robinson. Það er missir. Það er mikill missir fyrir Skallagrim. Einu mínúta. Svo vil ég bara minna alla á sína samúð vegna Gísla Halldórs, fyrrum formanns. Sorglegt andlát hans. Skemmtileg tónlist hérna með DJ-in sem er hérna í dag, voru að standa sér hetja. Hver ætli ámyndið sé að stjórna tónlistinni? Ég tel ekki ólíklegt. Það er svakalegt. Þetta er vel spilað hérna. Búist við, ég býst við að KR-ingar spili sömu vörn og þeir byrju. Bara að taka í svæðið og halda hann á doppeltím í hornunum. Já. Ég hugsa að það komi mjög sterkar inn í seinni hálfleik. Er alveg búin að virka. 33 stig á sig er ekki ómikið. Það er bara fín vörn. Bara sóknin er að koma í gang. Hjá báðum liðum. En Skallagrim er vörnin frábær. Þetta er fyrirmyndar vörn. Þetta er bara, það eru að spila geggjaða vörn, brjóta lítið. En þetta er Sigrún, nýkomin á landsliðsverkefni. Já. Hún er mikið leikjálag á henni. Hinar fengu nú veglega hvíld. Sín Skallagrims stelpur ætla að byrja bara sama byrjunarlið og þau byrja hóuleikinn. Það eru þá Sanja, Maja, Sigrún, Nikita og Embla. Þá eru Skallastelpur að byrja boltan, sækja að vissu á hina körfuna núna í seinni hálfleik. Það er alltaf skipt körfu í hálfleik. Dómarinn er ekki alveg gott kast hana. Vill gera þetta aftur. Það er að pressa Emblu, það eru Björg og Ragnhildur.
Vel gert hjá Emblu að villa. Og hún neldi hann að niður þetta. Þetta hefði nú vissulega verið sóknarvilla ef ekki hefði verið nefnd villa fyrir. Því að hún Unnur Tara datt niður þessu spilaborg. Þetta var, hún flaug niður. Gæti jafnvel þurft kústinn. Þetta er villa, þriðja villan á Ástrósu. Engin moppun. Jæja. Ekki jákvæmt. Við bíðum spenntir eftir henni. Embla, ekki góð vörð til KR. Hún finnur engan. Sigrún náður að opna sér rétt svo í lokin. KR stelpur, þetta er vel gert hjá Mæju. Þeir allavega geigar. Með halska. Það var sendt okkur bara reiðis komment að það væri Mæja með halska. Já, ekki með kalska. Já. Þannig að við munum það núna. Þá kemur Björg Guðrún upp með boltan. Finnur Ragnhildi. Mikið tala, Skallagríms stelpur tala vel. Hvar er þristinn? Þetta er Geigar. aftur frá Ágústi Mæju með hölsku. Gert hjá henni. Þetta er galopin. Og setur hann. Beint í. Vá. Góðan daginn. Þetta var rosaleg. Embla Kristínadóttir. Nú er stemming í Skallagríms bekknum. Gert góð hreyfing. Frábært. Unnur Tara. Fín pressan með káringum. Skallagríms stelpur aðeins að ströggla. Sanja, skemmtileg hreyfing. Þetta er bara... Þetta er mjög vel gert hjá Sonju. Sanja Orosovic, skemmtileg leikmaður. Hún er það. Ekki góð sending. En Unnur nær þessu. Galopið, góð verð Emblu. Finnur skemmtilegt spil. Þetta verður að sitja, Ástrós. Sanja keyrir bara beint á köruna, reynir að finna Nikítu en það Þetta er villa. Aron veit alveg hvað hann er að gera. Þetta er alltaf villa. Það er fyrsta villan á Björg. Þá kemur fimmfalda skiptingin hjá Eftir KR. aðeins 1 mínútu og 33 sekúndur. Þetta er rosalegt. Þetta er alveg áhugavert. Býtu, er þetta, sé ég rétt? Nei, það er engin Perla. Perla situr á bekknum. Hún situr skömmustileg á bekknum. Eftir að fengi 4 villur. Vá. Embla finnur Mæju. Mæja tekur ekki skotið. Sigrún vildi við sjá skotin. Núna tekur Mæja skotið. Þetta er af. Gert Eygló. Mjög gert Eygló. Finna inn, herriðu. Sigrún stelur þessum bolta. Greinlega. Finnur Emblu. Embla Sanja. Sanja tekur, þetta er 2 stig. Það setur það. Hessi var stór, það er leiklið. Leiklega KR. Það er leiklið. Skallagríms komin 16 stigum yfir. Þetta köllum við stemming. Sanja komin með 13 stig, Skallagríms. Stigasti leikmaður leiksins. Ég veit nú ekki alveg hvað Mækarinn segir við þessu. Býstu þér að vera reiður? Skemmtilegt í Sönju. Þið sjáum við að Sanja og Nikíta og Sigrún hafa verið sjónstöldum stigaskor Skallagríms, menn hinum er að verið Tarín Asli og Annika. Dómararnir fá smá vatnssopa, þeir þurfa náttúrulega að drekka. Og Viktor eitthvað að segja hana. Það náttúrulega erfið vinnar og dómari. Ég myndi ekki vilja vera dómari, fá allt þetta, alla þessa reiði gegn manni. Já, ekki ég heldur. Á með hvernig maður er sjálfur við dómarana. Já. Skallagríms stelpur að spila sér hetjur. Það eru mjög ákveðnar og vilja vinna þennan leik. Káringar veit ekki hver á innkastið og veit það ekki hvað þeir eru að gera. Jújú, þeir fatta þeir eiga boltan, þannig að þeir ákveða að taka innkastið. Það er Annika sem ætlar að senda hérna, sýnist mér á Tarín Asley. Hún þarf aðeins að keyra sig betur í gang. Við sjá meira frá henni. Ofan í körfuna. Þetta var ágætisreifing. Það vill aðná Tarín. Fyrsta villan hennar. Já, hún þarf ekki að vera hrædd við að brjóta.
En strax konar 3 liðsvillur á KR. Já, eftir aðeins 2 mínútur og 20 sekúndur. Ekki gott, ekki gott. Halda hann með svæðinu bara. Sigrún. Trappa strax þegar hún Það fara margar í Sigrúnu. Þetta er villa. Sá ég rétt, en það var Ástrós sem braut þarna. 3. villan Ástrós. Já. Eina villa og þá eru skallastelpur komnar í bónus. Bingo bongo. Það er embla, þetta er skemmtilegt. Út af Sigrún. Þetta er galopi. Glæsilegt feik hana. Nikita með sóknarvökti og beintu. Vel gert af Nikitu. Svo sprettur hún tilbaka. Ákveðin á stoppi. Þetta er skemmtilegt. Nikita, Telesfort. Nú er mikið læti í Skallagrímsvörninni. Það rýmir þristin. Talinn, þetta var stór. Þessi var stór. Með stærri sem ég hef síðan. Það var risastór þristur. Káringar þurfa að ná að stoppi. Fín vörnina. Sanja gerir vel. Maja galopin, hún verður sig þarna. Það er ofan í Maja með þristin. Nú er byrjað að deila þristum. Bæðilega skoraði þetta. Maja Mihalska. Það kom með Annika. Vinnur Ástrós. Það er inn. Eygló. Hún verður sig þetta, Eygló mín. Þetta er skot sem að KR verður að setja niður. Eygló mín. Út af Sigrúnu, þetta. Skemmtileg sending. Þetta var ekki ótt. Þetta er... Hvað verður að dæma á? Ég sá það ekki. Ég er alveg nýttur. Þetta er tæknill fyrir flopp. Tæknill fyrir flopp? Ég sá nú ekkert flopp þarna en... Já, þetta var nú ekki góður sjónarhorni. Maður misti eiginlega af þessu. Guðrún er ekki sátt. Hún vildi vera viss. Spurði dómarann hvað væri á. En Sanja tekur þetta bara kassan. Já, við lifum með þessu. Þetta er alltaf leið. Hún bara henni að vera smá klók. Tarín Asli tekur tæknivítið. Mér finnst þessi tæknivítið alltaf áhugaverð. Það kemur manni alltaf einhvern veginn í meira stuð þegar hitliði fær tæknivítið. Já. Káringar eiga svo boltann. Embla ætlar að pressa Tarín Asli. Það fíla ég. Svo að pressaði þetta. Það skiptaði henni á skríni, inn á Anniku, Annika. Embla er á henni. Góð hjálpaði á Sanju. Það verður að fara að klára þetta. Það er ekki hægt að klúra öllum þessum layupum. Maja. Finnir Sigrúnu. Embla galopin. Geigar hjá henni. Eygló tekur ákstið, finnur Tarín, hún keyrir. Hennar verður að setja Annika. Þarna Tarín Asli, næst sóknarúrstinu. Finnur út, feika þristinn. Ástrós, góð vörn af Maju. Flott vörn af Maju. Þetta er mjög vel spilaði KR-ingum. Þær eru svartar, þær eru hvítar. Það er kunnið alveg. Það er það. Sanja. Við erum á Maju. Maja, Glæsileg sendingan þegar Sönju. Góðan daginn og gott kvöld. Þetta var rosalegt. Skemmtilegt. Finnur Anniku, hún er annað þrist. Geigar. Þetta var ekki tímabæri þristur. Kemur Gunnhildur aftur inn á. Gunnhildur Lind Hansdóttir fyrir Sanju. Skemmtilegt að sjá Kíru þarna á bekknum. Að hvetja liðsfélaga sína áfram, þótt hún geti ekki verið með. Hún er mikilvæg stuðningur í liðinu. Já. Það er Nikita á póstunum, finnur út. Sigrún fyrir þristinn. Það geigar hjá henni. Stuttur, aðeins meira lappir í þetta Sigrún. Á fyrir hann honni. Annika reynir annað þrist. Það geigar aftur. Hún er bara verið 3 þrist í síðustu 2 sóknum. Þetta er áhugavert.
Á sjáum við hérna, Emblu. Kom upp. Það er góð vörn hjá Ástrós. Þetta er flott vörn hjá Ástrós. Maja, sjáðu Sigrúnu. Embla. Flóterinn, þetta rúllar ofan í koruna. Beint í. Takk fyrir. Skemmtilegt hjá Emblu. 90 mínútur. Já. Það er skallingin í stelpu að vera í sónvörð. Þetta er vel gert. Þetta er skot sem Annika á að taka. Ekki það þrista. Hún er betur undir körfunni. Mjög flink hana. Maja. Skemmtileg sending Maju. Gunnhildur verður að setja. Gunnhildur, Geigar. Skallingin rífur frákastið samt niður. Maja, Nikíta. Glæsilegt. Nikíta, komin í 16 stig. Skallingin verður að prófa hérna einhverja svæðisvörn. Það er einhverju langan þrist. Þetta er samt alveg sniðugt. Láta Káringa skjóta og þrista. Það eru ekki búið að hitta vel. Góð vörn til Tarin Asley. Þetta er gulubolti. Það er bara einföld. Út af fer Annika Holopainen. Og svo skal við koma inn á. Ragnhildur Arna. Þessi er af. Frákast Káring. Aftur út á Tarin. Asley. Tekur heldur að dribbla. Ástrós. Fínt feik. Ástrós með galopin var þess að þennan. Geigar hjá henni. Góð frákasta bara þarna. Mikið klafsinn á tegnum. Á darradans. Embla. Finnum Maju. Maja Hún er langan galopin. tvist. Hann er í nýð. Þetta er Maju-skot. Þetta er kvöldið Maju-skot. Gert hjá Maju. Með hölsku. Maja Michalska. Komið 7 stig. Ára Sigrún. Spila vörnina. Góður til Emblu. Dotti grípur hennan. Vel grípið. Út af fyrir Maja. Veit ég ekki af hverju. Hún var góð í frákostum og var að skora síðustu köru. En Árnín er náttúrulega frábær leikmaður. Tarin Asley. Erfið sending, mjög erfið sending. Ekki gott. Káringar. Ef þú værir Mike, einhver uppskrift fyrir Káringa? Árnín kemur inn á þessu drifti. Ég myndi hætta þessu svæði og fara í maður mann. Já, en það er sem þið þurfa að sóknarlega, sko. Það er að fá meira flæði á boltan. Þetta er bara, já, ekki skora nóg. Seta lay-upið niður. Þarna Eygló, sterkt hjá Eygló. Góð barátta. Káringar eru hérna með 10 stig, þannig 20-10 þessum leikluta fyrir Skallagrim. Skallagrim búið mjög góð sóknarlega. Þetta er góð vörð, en Sigrún næri þessu. Þetta er kalla góð. Það er ekki klár í það. Staðan er 56-34, 1:20 eftir að þeirra leikluta. HR. Skipting. Nikíta fyrir út af og... Nikíta fyrir út af brosandi, hún er ánægð. Sanja kemur inn. Hún er ánægð með framistöðu sína. Setur bæði niður. Gert Sigrún. En veitu, þetta er barátta. Þetta er, hver er hann? Ja, Káur-bolti. Þetta er Káur-bolti. Að koma upp völlinlega, númer 13, Ragnhildur. Ég sagði það, en hún Perla er ekki með að inn á vegna 4 villum. Þetta er vel gert Tarin Asley. Þetta er það sem hún þarf.
taka sín skot. Já. Hann var líka bara að sjá boltan fara svolítið onni. Já. Til þess að koma sér í gang. Þarna fór Embla alla leið. Villa, Eygló hissa og Ragnhildur. Það voru báðir hissa. Þetta Villa og Ragnhildi. Önnur Villan og Ragnhildi. Þá er að koma skipting hjá Skallagrim. Inn á kemur Arna Hrönn Ámundadóttir. Það hefur verið skotum hann. Embla. Embla tekur hérna víti. Það er honni. Setur fyrra. Þetta er alveg áhugavert. Hvað er hún stendur á vítalínu? Nei, maður sér þetta ekki oft. Þetta er greinilega að virka fyrir hana. Skemmtileg tækni. Arna komin inn á. Þá kallar Tarín Asleif upp kerfi. Skallar stelpungan aftur í maður og mann. Það eru greinilega svolítið að trikka. Það er að trikka káringana. Skemmtileg reyfingi Tarín Asleif. Setur hann yfir. Beint honni. Minkar þetta í 20 steg leikur. Það er alveg heitt leiklut eftir, það getur allt gerst. Gunnhildur. Arna. Erfið sendinga Sanni nær honum. Skotið gegn. Gunnhildur, fín baráttu Gunnhildi en að Ragnhildur. Erfið sendingan upp. Þetta var ekki það sem Káringar þurfti. Að Ragnhildur myndi kasta honum út af. Það 10 sekundur eftir hérna af þriðarleikluta. Skallagrimur fær væntanlega þá bara 1 skot. 59-39. Dómarinn sá að Sanja þyrfti að reyma, þannig hann stoppaði leikinn. Ok, mér sýndist Guðrún á að kalla að Sanja ætti að gera árás á körfuna þá. Og hvað gerir hún? Nær hún... Sendur hún til horn á Sigrúnu. Og geir. Árlína! Mjög heiðarleg tilraun. Verði ekki mikið heiðarlegri. Staðan á hérna. Eftir þriðja leikluta, Skallagrímur 59, KR 39. 20 stega munur. Þriðji leikluti fór 26-17. Skallagrímur skoraði 26, það er mjög vel gert. Greinilega eitthvað sem hún var að gera í leinibókinni sinni Guðrún. Var eitthvað grúska í hálfleik? Já, það er líka bara sem Skallagrímur er búin að gera. Það er búin að setja skot sér niður. Já. Nikita kom með 16 stig, 7 af 9 utan af velli. Sanja með 13 stig, 4 af 15 utan af velli. Sigrún 9 stig, 3 af 11 utan af velli. Svo er Embla líka með 9, 3 af 9 utan af velli og Smæja 7, 3 af 6 utan af velli. Þetta er búið fín innkoma hjá bekknum við Skallagrím. Gunnhildur kom í 11 mínútur, kom með 2 stig. Árnína kom búin að spila 8 mínútur og 50 sekundur, 3 stig. Arna kom með 4,5, 0 stig. Sambor flott innkomið á þeim öllum. Já. Tarín Asleif er með 17 stig, hún er stigasti leikmaður vallarins einmitt núna. Það er líka bara það sem Skallagrímur er að gera betur en KR núna, það er að setja skotið niður. Sjáum við skemmtilegt í kommentunum. Great that Nikita is your cousin. We like it. Við sjáum hérna, Skallastelpur eru komnir inn á og það er alltaf klára þetta. KR, það þurfa að fá eitthvað. Ég veit ekki hvað þeir þurfa, það þurfa eitthvað núna strax. Það þurfa í rauninni, já, bara að spila betri vörn heldur en í þriðja leikluta. Já, en sóknin þurfa líka að koma í gang. Það þurfa eitthvað, það þurfa sko... Vörn breytt í sókleiksi minn. Það er eitthvað rosalegt, ef það gerast núna. En þetta er alltaf körfubolti, það getur allt gerst. Herru, ég sé rétt. Perla er að koma inn á með 4 villur. Þetta er... Hún má ekki brjóta. Þetta er mjög stórt. Já, hún má ekki brjóta. Arna, sýnist fyrir að hún var að stíga upp. Arna byrjar, sendir beint á Sanju. Finnur Gunnhildi. Gefur Örnu skrín á Nikitu. Nikita, finnur Sanja. Þessi leikur. Skemmtilegt, mjög skemmtilegt. Kemur Tarín Asleif. Upp með boltan. Perla. Finnur Aniku. Góð vörð en Nikitu, mjög góð vörð.
Tarín Annika galopin. Þessi Setur það. Jákvæmt fyrir KR-inga að byrja sterkt. Þetta var mjög gott. Arnar. Sanja. Fann enga sendingu. Þetta var erfitt í Örnu. Flott Örnu, Tarín, Asley. Það er skipting. Arnar Hrönn, Ámundadóttir, kemur út af inn og kemur Maja Mihalska. Össugum að hafa kallað hana Mikulsku á undan. Já. Gunnhildur opnar sig vel. Hvað gerir Maja? Nikitu. Sanja galopin. Hún var að segja Bara það. setur það. Tony. Sanja kom með 17 stig. Mjög vel gert. Takk fyrir túkall. Það stundir mikið Tarín, Asley og Annika að gefa pick and roll á hvort aðra. Villa þarna á Árninu. Árnina fór villu. Það er vissulega fyrsta villa hennar. Þannig hún ætti ekkert að vera hrædd við að brjóta. Brjóta svo vilt. Endilega. Það var Tarín, Asley. Þetta er skemmtilegt. Hún er þessi dælan. Perl tekur svona. Það er gulu bolt? Nei, það er grænn. Það er káubolti. Það er KR-bolti. Ég var bara svo hissa. Já, þetta hlaut að vera vitlaust. Ég var svo hissa. Ég bara gleymdist yfir mig. Veit ekki. Úff. Hvað gerir Sanja? Finnur Nikitu. Nikita. Gunnhildur upp á topp. Takt þetta bara. Erfið sending. Nikita brýtur. Þriðja villa hennar. Hún er nú ekki neini hættu. Gott að vita. Skallagrímur með 21 stigs forskot. Þær eru bara búin frábærar í þessum leik. Bara búin að halda KR í góðri fjarlægð allan tíman. Og spila vörnina sem þær hafa viljað. Tarín, Asley. Eygló. Nú lyktaði skrefana. Mjög mikið skilur. Annika fyrir þristin. Það geigar hjá henni. Sanja Frábærlega stíð út í Gunnhildi. Þetta er það sem við viljum. KR þurfa nú að stoppi. Komin einhver þreyta í leikmenn hérna. Orðnaðis hægar á löppunum. Flott vörn hjá KR-ingum. Gott frákast hjá Eygló. Og Tarín, Asley er farin. Skemmtileg sending. Erfitt. Mjög erfitt hjá Anniku. Það var mjög erfitt. Sanja tekur kerfi. Þetta er bara áhugavert. Dómarinn greinilega vill vera með í leiknum. Það var áhugavert. Það var skipting í báðum liðum. Já, mér finnst Embla er leiðin inn á og er þetta ekki Ástrós? Jú, þetta er Ástrós. Árnína fór út og skalla. Þóra Birna var að fá sína þriðju villu. Já. Hún tekur zone 1 kallar hún. Embla verið langa þrist. Það geigar. Á er það Asley. Skemmtileg sending, verðurstu þetta. Hanna. Gert. Ástrós. Nei, þetta var ekki Ástrós. Þetta var Þóra Birna. Gert Þóra Birna. Hanna. Tyler Asley. Hún vill á villu, fær hann ekki. Læsileg vörn hjá Emblu. Mjög góð vörn. Gunnhildur óheppin. Það er komið leikli. Mér sýnist, ég held að þessi Skallagrímur kallað leikli. Leikli Skallagríms. Guðrún vill fara eitthvað við málin. Fjórði leikluti hefur bara verið. Það er tækniðla. Það er tækniðla á Mækaran. Mike ekki sáttur. Og hann heldur áfram að öskra. Hann heldur áfram. Hann hættir ekki. Heyrðu, þetta er ekki gott fyrir KR-inga. Hann getur hendur út úr húsi. Jæja, Mike Denzel á tækniðlu. Já, þessi leikluti hefur bara verið svipar aðrir. Skallagrímur eru með tak á KR-ingum. Og hann sleppi ekki úr þessu taki. Það er bara svo glíma, fastur,
kemst ekkert. Já, bæði liðir að skora meira heldur en í fyrri hálfleik. Já. Verulega. Standa sig vel. En það er annar leikur í gangi hérna í Dóminusdeild kvenna. Það var búinn. Það er Keflavík unnu Snæfell 89-73. Sterkur sigur Keflavík sem eru efstar ekki búið að tapa leik. Eins og við sögðum við áðan, þá er þessi deild kvenna megin rosaleg ár. Með skemmtilegri. Já, hún er það. Heyrðu, það er tækniviti. Áhrundur hérna á KR. Eitthvað að kalla. Þessi tveir einhvað að rífa sig hérna. Vilja fá villu báðum megin. Reyna að trufla Sonju, það er ekki hægt. Það er ekki hægt að trufla Sonju, þetta er beint honum. KR fá saman boltan. Tarín Asli. Hún er þreytt, það sést á henni, hún er búin að spila mikið í seinna leik. Annika, góð verður sigur hún. Það er villa. Það var aðeins mikið ít. Önnur vill Sigrunar. Já, stúkan er sátt með þetta. Sátt með þessa villu. Annars það held ég, ef ég er ekki að segja vitlaust, það með vera 3 árundur frá hverju liði á leik. Já. Já, það held ég sé rétt. Ég held að það sé rétt. Það koma skallagarni stelpur, Sanja, Maja. Gefa Emblu boltan. Embla komin aftur með á toppinn. Góð vörð. Erfið sendingar. Annika. Finnur Tarín. Asli. Skemmtileg sending. Ástrós verður sem þennan. Bingo. Þetta er sterk. KR-inga. Bestu bæingarnir. Komin í 18 stig. Selja bestu pulsunar. Bestu beðapulsur. Þetta er gaðlófið. Maja verður sem þennan. Þessi er mjög. Verulega stuttur. Maja líklegast að vera við ræktinni áðan, taka lappir. Já, það var enga lappir í þessu skoti. Það dreif ekki. Já, hún er greinlega eitthvað illt í löpunum eftir réttin áðan. Já, það er eitthvað hannig. Það var Tarín Asli. Keirir. Kemst fram í Emblu, vel gert. Góð reyningi að Anniku. Þetta er villa. Þetta er alltaf villa. Það var 4. villan á Nikíti. Það er bara sláttur, segir dómarinn. Það er bara hár rétt hjá hann. Þetta er bara 2 víti. Já. Þetta er bara villa og það er margir sammála því í Íþróttahúsinu. Annika. Þetta er af. Geigar fyrir að vítinu. KR-ingar eru bara ekki búin að vera í takt. Það þurfa að koma sér í takt. Seinir honni, jæja. Þetta er komið í 17 stiga leik, 5,5 mínútur eftir. Það getur allt gerst. Í þessum fallega leik sem við köllum körfubolta. Góð vörn til KR. Sanja, góð hreyfing. Vill á villu. Embla galopin í þristinn. Það geigar hjá henni. Vel stíð út þarna. 23. Það var Unnur Tara. Tarín Asli, galopin í þristur. Hessi eða þetta var. Góð bara þetta. Perla. Finnur Anniku. Ástrós. Þetta geigaði. Nikíta meitti sig í hausinn hana. Það er svona högg á kollinn. Fer út af hana með 4 villur. Ekki gott að það var svona högg á kollinn, sko. Alltaf óþægilegt. Vonum bara að þetta sé ekki alvarlegt. Já. Ég vona alltaf að þetta sé ekki alvarlegt. Það væri leiðilegt. Höfuðmeiðsli er alltaf hættuleg. Við höfum séð mörg þannig á okkar árum. Það kalla kerfi, mér sýnist það hefur transition sem er góð vörn hjá KR. Tarín Asli heldur áfram að ýta hraðanum. Hún er með mjög mikið hraða. Flink að dribbla. Gaman eða svona stelpur eru flinkar að dribbla. Þessi er opið, þetta er galopið, hvað er þessi þannig? Geigar. Maja með frákast. Aðeins og stuttur hana. Ótrúlega gaman þegar Skallagrímstelpur stígur svona vel út. Já. Það er ekki búið að lifa mikið sóknarfrákustum.
Þetta er villa á hana Unni. Önnur villa á Unni. Þá eiga Skallagrímur innkast á hliðarlínu. Góð vörn með Tarín Asley. Sigrún, þetta var nú villa. Finnur Gunnhildi að undir. Það er Tvígrip. Gunnhildur tvígripar. Hann alltaf má ekki drippla, taka hann upp og drippla aftur. Það er alltaf bara regla. Það vita það ekki allir, það er regla. Hann má ekki drippla tvisvar. Það er regla í körfubolta, það er rétt sér. Sem fáum við vita. Embla pressar Tarín Asley, herðu. Tarín Asley eitthvað pirruð. Sigrún nær í þetta frákast. Finnur Mæju. Mæja. Hún róar þetta bara, vel gert sem Mæju. Embla galopinn. Og setur hann. Embla kom með 12 stig. Bingo singo, sko. Þetta var rosaleg karfa. Perla í langan. Geigar. Sigrún. Róar þetta bara. Reynslan. Sýnir reynsluna. Embla. Sanja. Fín vörn hjá KR. Þetta er uppkast. Aron segir uppkast. Við trúum honum. Hann veit allir að manna best. Það er K-bolti. Mér heyrist KR tekur timeout. Leikhlé. Það er áhugavert. Sjáum hér að stigaistumenn Skallagríms eru Sanja með 18, Nikita 16 og Embla 12. Sigrún 9, Mæja 7 og svo koma Árnína með 3 og Gunnhildur 2. KR-ingar Tarín Asley 17, Annika 15. Svo eru Þóra Birna og Eygló 4. Perla 3, Ástrós 2 og Unnur 2. Þetta er 20 stemmur, 3 mínútur. Geta KR unniðan leik eða bara náða einhver út úr þessum leik á 3 mínútum? Það er hægt en það er mjög erfitt. En ekki klúðra fleiri skotum. Það er sjálfgefð sjón að sjá svona. Það er hitta rest, sko. Það er 100%, sko. Ég myndi segja að þetta væri búið að leikur góðra varna. Já, vörnin hjá Skallagrím og KR í þriðja leiknum í dag. Skallagrím stelpur sína greinilega þeirra æft vel í landsleikahléinu. Já. Það var að æfa sig vel í vörninni. Hér sjáum við nærmynd af dómara. Skemmtilegt að sjá hann svona. Fínn, flottur í dag. Já, mjög flottur. Það er engin fótur, greinilega, ok. Sigrún upp með boltann. Finnur Emblu. Mæja. Sigrún. Út á Sönju, þetta tekur hún. Þetta vill hún. Gott frákast hjá Eygló. Boltan upp, Anna Fríða. Þetta er fyrstu mínútur Önnu. Já, sýnist það. Það er Helena, skemmtileg hreyfing á Helenu. Mjög vel gert Helena. Setur þetta. Ég veit ekki hvort að hann sé að leyfa ungum leikmönnum að spila hann mækarinn. Eða bara að þetta sé bara eitthvað taktík. Embla, Sigrún. Embla. Finnur Sanju út á Þetta er Mæju. mjög gott spil. Geigar hjá henni Mæju. Það er KR-bolti. Þetta er svarthvítur bolti. Það var skipting á Skallagrím. Út af fer Gunnhildur og inn á kemur Nikita eftir dálitla hvíld. Þá kemur María. Anna Fríða afsakið. Anna, afsakað þetta. Skemmtileg hreyfing en það Þóru. Anna. Anna er fesk. Aðeins svo mikið. Fín vörn hjá Mæju. Þá eru Skallagrím stelpur að henda í 5-falda skiptingu. Fyrst ekki í þessum leik. Inn á koma Arna, Karen, Inga Rósa, Árnína og Gunnhildur. Það var stutt stopp hjá Gunnhildur á bekknum. Nikita kom inn á svona það bil 9 sekúndur. Hugsa sér að leyfa ungu stelpunum
hjá Skallagrím að spila þess. Já, það auðvitað, mér finnst alltaf gaman að unga leikmenn inn á. Mér finnst það skemmtilegt sem að sér í körfubolta. Það er Anna. Stuttur kemur Anna. Fínt skot. Ekkert að þessu. Arna stillir upp. Hvað vill Arna? Arna finnur Karen. Karen fínt dribbl. Leita mikið að Örnu þarna. Þetta nei, engin bónus. Þetta er bara engast að Svo vill hann á Þóru. Já, Þóra gæti verið á leiðinni 5 villur. Búið frábær leikur Skallagrím. Það eru sigra hennar leikið þarna mútið KR sem er mjög mikilvægt. Það er mikilvægt að vinna alla leiki. Góð vörn í KR. Skallagrím, hvað sagðirðu? Hvað sætir voru þeir að færa þessu upp í? 3. sæti og Valur tapar eftir á móti Fjölni. Já. Vel gert þarna hjá Helenu. Nei, það komast ekki herra inn í 15. Það er eftir næstu umferð, manstu. Það er Arna. Finnur Gunnhildi, hún vill vera þrist. Hún fer í þristin, að sjálfsögðu. Gott frákast hjá Helenu. Komið hérna. Stólinn hann Gunnhildur stólinn. Glæsileg vörn. Geggju Gunnhildur. Sjá Ingu. Gunnhildur á Ingrósu. Inga fer á hægri, vill fara á hægri. Geir hjá henni. Góð barð hjá Karen. Engin veit hvað boltinn er. Inga nærir þessu sjálf. Boltinn var eitthvað að skoppa og hoppa. Og Inga missa hann út af. Ekki sátt þarna með þetta, með þennan tapa. 30 sekúndur og 9 sekúndum brot eftir af leiknum. Skallagrím þetta er skemmtileg orka á bekknum. Það er ennþá að segja vörn. Já, já. Bara ensku, vörn. Leikurinn er ekki búinn. Arna, Glæsilegt þarna hjá Örnurön. Þetta er gullið, bara lockdown defender. Og tapar boltinn þar. Inga Rósa, hún er að brjóta. Það var að villa Ingrósu, það eru víti. Það er komið bónus. Fyrir hana Maríu Vigdísi. Sanchez Brunetti. Mækarinn tekur leikli. Já, hvað var þetta leikli sem er áhugavert fyrst það eru 15 sekúndur eftir og 16 stegar munur en. Það er innbyrðis stíðin sem skiptaði máli í lokin. Þannig að þetta er alveg vissulega sniðugt leikli. Þetta er búið frábær leikur hjá Skallagrím. Stigahæst er Sanja með 18, Nikita með 16. Leðilegt að sjá hérna lukkudýri á miðinni. Það vantar alveg lukkudýri á hliðlínuna. Já, það er reiðarslag að það hef ekki verið lukkudýri á leikjum í vetur. Já, það minnst að vanta. Hef ekki séð neitt í lukkudýri spúningnum. Kæra. Þetta er nú bara mitt Skallagrímur verið með besta lukkudýri landsins. Já, er þetta ekki eina lukkudýri landsins eða? Jó. Svolítið minna hérna á í síðasta skipti að Skallagrímur eru að spila með sorgarbönd vegna andláts Gísla Halldórs, fyrrum formann. Hann lést, gær. Blessuð sé minning hans. Já, vissulega. En aftur á leiknum, það er María Vigdís sem er á því að viti. Það er beint honni. Mjúkt. Það var eiginlega svona Bingo Bjarni víti. Já, skemmtilegt að sjá leikmenn með svona mjúkt víti. Setur bæði. Arningi boltinu, það er 14, það er ætla henni að skora þessu. Það er ætla ekki að... Þessar ungu stelpur vilja fá stig, en... Það er tapað bolt í örnu. KR geta ennþá saxað þetta, þeir geta lagað muninn verulega með stigi. Skemmtilegt að sjá hana high tempo þótt að leikunni sé vissulega búinn, samkvæmt stigum. Arnar ennir að stela boltanum hana. Fín vörn, en óheppinn KR. Anna verið skotið. Það er leiklokið í fjósinu. 67-53 fyrir Skallagrím. Frábær leikur hjá Skallastelpum. Tóku hérna sigur. Mjög flott. Fínn leikur í KR-ingum, en það er bara Skallagrím með rosalegt takk á KR-ingum.
Þetta endaði hérna hjá Skallagrím að Embla með 12 stig, 5 stóðsendingar og 5 fráköst. Maja, hún endaði með 7 stig, 5 fráköst, 8 fráköst, 8 fráköst og 3 stóðsendingar. Sigrún með 5 fráköst, 4 stóðsendingar og 9 stig. Nikita, 16 stig, 9 fráköst, 5 stóðsendingar. Sanja, 10 fráköst, 6 stóðsendingar, 18 stig. Þvílíkur leikur í Sanju. Þvílíkur leikur í Sanju. Stigast inni meginn var hún Tarin Asli sem átti flottan leik. Góða leikur af káringum, börjust þessi hetjur. En að sömu leiti Skallagrímur. Við þökkum fyrir okkur hérna úr fjósinu. Og eigið príðindi skuld. Já, takk fyrir okkur.